En af hverju segir hún reality? Back to here and now. Það er real. Þetta er geðveikt lag. Þetta er geðveikt lag. Þetta er sko svona, þetta átti alltaf að vera í upphafi. Átti alltaf að vera svona, ætlaði ég alltaf að gera þetta? Já. Það átti að vera svona sign fyrir þáttinn. Já. Back to life. Og back to reality. Já. Svo Gunnar Smári. Og þá er spurning, hvað er reality? Já. Í hvað raunveruleika ertu að fara, skilur við? Margir raunveruleikar. Er það ekki það sem við erum eitthvað að fara að tala um? Jú. Ég veit það ekki. Hasar með grimma og snar. Hasar með grimma og snar. Ég var með útistátt þegar ég bjó í Amsterdam. Já. Með vinkonu minni. Og hann var svona, þetta var svona skólaútvarpið, eða þannig á listasafninu hana, hvað heit það, Ríkislistasafnið í Hollandi? Já, Ríkislistasafnið. Já, hljómar illa. Hann var ekki illa, en það heiti það ekki, Ræksmuseum. Það er mjög kommunist samt, það var sósíalist. Og það náði alveg yfir eitthvað svona lítinn part af Amsterdam, þetta var bara svona lítið, þú veist, skólaútvarp. En þá vorum við með þátt og hann byrjaði alltaf á hana Leonse. Það var uppáhaldslega okkar. Já, Leonse, radio rapist wrestler. Já. Svo hann, he wants to fight, he wants to dare, he is the champion of wrestling. Líka bara koma Leonse og kortið, þú veist, í. Já, já, mér veist þú vera, ég held að vera að tala um Beyoncé. Nei, ég er að tala um Leonse. Já, ok. Koma henn og útlendingan elskuðu Leonse, sko. Auðvitað. Skólanum og svona. Auðvitað. Hún er rosa flott. Já. Ég elska svona fólk sem er bara að segja eitthvað svona vittlust. Já, og hvort að þátturinn hafi bara heiti Radio Rapist Wrestler, ég maður ekki alveg. Það er politically incorrect í dag, samt. Hvenær var þetta? Kannski 2006 eða eitthvað, ég veit ekki. Já, fyrir 20 árum. Ekki? Ég veit ekki. 2006, já, 18 árum. Bara rugl langt síðan. Já. Tímáttin. Klikka. Já. Heyrðu. En mér finnst þetta geggjað upphafslag á, mér finnst það mætti bara vera upphafslagið á þættinu við alltaf þessuna. Back to life. Einmitt, reality. Hvað er það? Það getur verið eitthvað svona, ógeðslega svona, já, hvað segir maður? Svona þykkt eða já, ég er alltaf að tala um það í þættinum að við erum að sjá út sko út úr okkar eigin veruleika. Já, augun sjá út, við erum að projekta á. Já, en þú veist, ég held samt að við búum bara öll í sitt hverjum veruleikanum og svo erum við bara búin að saminast eitthvað svona heildar sem að við erum öll að reyna að eiga samskipti inn í. Já, eða ekki, eða þú veist. Jú. Og ef þinn fyrir að vera of ólíkur hinum þá nærði ekki samskiptum við hina. Já. En þú veist, eða svona, ég veit ekki, mér finnst líka ofta áhugavert eins og bara ef þú getur fengið eitt superpower, einn overkraft, þú veist, hvað myndir þú velja? Vá, ég hef aldrei pælt í því. Eitt superpower. Já. Það er einhvern veginn að geta kannski verið með heilanum ég veit hvað er sko það er og ráðið við að vera með allan heilan tengdan. Ég meina við erum bara að nota, þú veist, eitthvað 10% af honum, fá bara að nota 100% af honum. Við erum að nota 100% af honum, en bara, þú veist, þetta með 10% það er eitthvað mýta, sko. Nú er það, já. En, einhvern veginn geta ráði við að vera bara
með öllum hugunum, Það er enda geggjað. tilfinningarlega. Það er líka geggjað superpower því við vitum ekki svona hvað það hefur enginn upplifað það. Ég veit það, ég veit það ekki. En hvað verður þitt? Sko, það er svo skrítið, mér er alltaf langa að geta prófað að vera hver sem er. Upplifa það, þú veist, að prófa bara að vera, því ég held, já, það var alltaf að vera svona, það sem ég myndi mest vilja. Kannski gerast það, ef maður er einhvern veginn alveg með allt tengt, allt uppljóma á sama tíma, þá er maður örugglega allir. Já, einmitt, þannig að þú ert eiginlega betra, þú eiginlega maxar mitt svo. Nei, ég veit það ekki, við erum bara... Já, en mér langar svo að prófa að vita hvernig það er að vera, að ég bara forvitni líka, að ég held að við séum að upplifa allt svo ógeðslega ólíkt. Jó, einmitt. Þú veist, vita bara að vera ykkur og í þeirra mannesku, þú veist, í þeirra tilfinningum og öllu bara. Og bara kannski vera bara einhver sem er ógeðslega heimskur eða ógeðslega klár eða brjálæslega tilfinningaríkur eða bara sækópati eða þú veist, ég veit ekki, hvernig er það, hvernig er svo upplifun, þú veist. Síðan er svo hræðilegt að vera að segja fólki að sé eitthvað norm til. Þú veist, að sé eitthvað sem er bara eitthvað svona standard manneskja. Já. Að það sé virkilega til, eitthvað sem er bara, þú veist, en alltaf ef þú myndir fara dýpra inn í sækiki þá myndir alltaf finna eitthvað svona quirks sem myndir fara frá þessari normal, svo er enginn sem getur fallið inn í þetta. Nei, einmitt. Nei, þannig að allir eru bygglaðir en halda fullt af fólki sé það ekki. Já. Ekki bygglaðir, bara manneskjur. Já, bara manneskjur. Já, heldur ég. Já. En það verður líka mjög áhugavert að finna þessa fullkomnu, eða ekki fullkomnu, þessa venjulegu mannesku. Hún er ekki til. Kannski er einhver ein manneska þannig. Nei. Það er bara eitthvað viðmið. Ég var að heyra að hún væri ekki til. Það er allir að segja þetta, allir geðlæknar og sálfræðingar, hún finnst ekki. Hún finnst ekki, er búið að vera að leita að þessu? Já, það er bara alltaf því dýpra sem hún ferð, því þú veist, það er ekki tilneitt þannig. Nei. En svo þú myndir aldrei segja þetta dýr held ég, bara já, þetta er ógeðslega eðlilegur köttur. Hann er eðlilegur, hann er svona normal köttur. Þú veist, við erum öll eitthvað skrítin. Það er sérstök. Einstök. Sem betur fyrr. Ég var samt að pæli að því að það er alltaf verið að tala um einhverfu. Já. Og ég er með útkverfu. Er þú líka... Hvað er útkverfa? Það er andstæða með einhverfu. Sem er líka róf sem ég ætla að búa til. Það er einu bara svo að vera extrovert. Já, en bara ég var að búa til útkverfa. Já. Því minnst ég alltaf vera eitthvað taka tillit til fólk sem er á rófinu sko. Já. Og reyna að skilja það. Já. Og mér finnst líka að ég alveg sína okkur sem erum, þú veist, útkverf, skilning, skilur mig. Já. Hvernig lýsir það sér? Bara að tala úrslega mikið, tala við ókunna. Já. Þú veist, hitti tala ekki við ókunna. Einmitt. Þú veist, tala mikið, tala lítið. Já. Þú veist, faðma fólk, snerta fólk, vilja ekki snertingu. Þú veist, þetta er bara, og þetta getur líka verið vesen og óþægilegt að vera með mikla útkverfu, eins og ég. Já. Og ég. Já. Af því að maður er bara alltaf skrítin. Já, en maður upplifir líka svo miklu höfnun. Já. Akkurat. Og líka svona eitthvað koma heim bara, þú veist. Já, hvað er akkur talaði svona mikið, akkur er talaði konurnar í búningsklefanum og það er allar á hinu rófunu og Já. Erum við hvað stelpi er þetta? Hvað oversharing er sem þetta er. Já. Ofdeila. Já, ofdeila. Það má alveg sko sletta hérna. Veistu, mér samt eitthvað svona Íslendingar almennt alltaf einhverfir og einrænir. Og fyrst við erum í Grimma og snar. Já, og erum í einhverju þar sem ég get básuna mínum skoðunum. Já, absolutt. Þá er eitt sem að, þú veist, stuða mig á Íslandi eftir ég bjó í útlöndum, svo bjó ég í Amsterdam, svo bjó ég í Japan og svo bjó ég í New York. Og Amerika, þú veist, við erum alltaf að mér er svo áhugavert síðan því ég flutti aftur heim að mér finnst svo lár sko, ég veit maður að segja kurteisis staðallinn er svo lár á Íslandi.
við erum svo ókurtis og við erum með svo lágan staðal í kurtisi og tillit við aðra og allt þetta og eins og í Japan þá var hann rosalega hár og bara fyrstu mánuðina mína þar, ég var í skóla, ég var ekki lengi ég var í hálft ára eða eitthvað, en ég var í skóla ég var í skiptinámi, fyrstu mánuðina þá fannst mér erfitt að uppfylla alla kurtisiskröfunnar þú veist, mér fannst það andlega dreining þú veist, en þetta er bara svona og síðan, þegar maður var búin að venjast því þá tók ég ekki eftir því, þetta var bara automatísku partur að því að vera til, bara eins og að reima skó eða, þú veist, eitthvað fara í peysu, þú veist, að segja bara komin í búð, þú kemur bara inn í svona bensínstöðvabúð, skilur og það er allir bara eitthvað, velkomin í bensínstöðvabúðina, þú ert bara eitthvað, takk þú veist, og svo bara kemur að borga þá bara, takk fyrir að versla í okkur og ég bara, já, takk fyrir að leyfa mér að versla hérna, viltu þetta? Já, takk endilega, þú veist, herri, þakka að kærlega fyrir að hafa komið að versla og ég segi, já, takk að kærlega fyrir að leyfa mér að versla þú veist, góðan dag, þú góðan dag blablabla. Þú veist, maður bara, allir samskipti svo mikið og það er sama hvaða klósett, þú fyrir á almenningsklósett og okkur lestarstöð og það er bara búið að brjóta saman svona lítinn þríhyrning á klósettpappirinn og manneskjan sem var þar á undan þér gerði það fyrir þig og þú gerir það fyrir næstu mannesku áður og ferð, þannig hvert einsta sinn sem þú fyrir klósettið, þá þarfst að brjóta saman þríhyrning á klósettpappirinn áður en þú lappar út þú veist, svona hlutir, svona litli hlutir sem að þú ert alltaf að gera fyrir fjöldan og þetta er mjög sósíalist hérna en burt sér frá því bara líka þessi almenna kurteisi, þú veist, bjóða góðan daginn, halda opnum hurðum, þú veist, þetta er allt svona smá effort sem maður setur inn í daginn og í Ameríku er þetta ekki svo hátt á Japan, en þetta er samt alveg pínu hátt, skilja að þú veist, herra en hér, að þú veist, hey, how are you, þú veist, la 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 og allt þetta litla chit-chat og svona litli kurteisi slutir sem þú gerir yfir daginn í samfélaginu, bara, og það var partur að það vera í samfélaginu, en á Íslandi þá er staðallinn okkar, hann er bara enginn skilur þú getur bara verið í vondu skapi og bara farið gennum daginn í ógeðslega vondu skapi og þú bara heilsar ekki einu sinni þeim sem þú þekkir og þú bara býður ekki góðan daginn við neinn og þú heldur ekki hurðin opin fyrir neinum af því þér líður þannig skilur en ef þú býrð í samfélagi þar sem er bara kurteisi standard á einhverju smáleveli þá bara ferður samt í gegnum það allt á þess að í rauninni, það skiptir ekki máli hvernig þér líður, þetta er standardinn í samfélaginu þú veist og það er svona, maður langar svo að breyta þessu á Íslandi þú veist, ég var til í að vera bara með átak bara, og það er kannski að kenna þetta bara í, þú veist, barnaskólum eða eitthvað ég var með þetta af því þetta gerir mann svo yfir daginn er hitt, þó þessi okkur veist, Amerikanar ógeðslega yfirbúrskendir og allt þetta, hey, how are you doing? Hann er ekkert raunverulega að spyrja hvernig með hefða, skilur það er samt eitthvað svona gerir lífi manns samt eitthvað svona meira aðeins notalega, skilur af því að það er bara að vera viðurkenna tilvist manns bara, skilur og hérna finnst maður oft lendi í því maður kemur einhvern tíðin í eitthvað herbyggi eða kaffistú þar sem maður þekkir einhvern og maður er eitthvað halló og maður er bara ekkert heilsa tilbaka bara sem maður sé, hérna halló, eins og maður sé bara einn þú getur orðið rosa einmana í svona og sérstaklega fólk sem er kannski bara alltaf eitt eða eitthvað þú veist, og ég er auðvitað eins og segir útkverf þannig að ég er alltaf eitthvað að heilsa og tjatta á eitthvað fólk svo veist sem já, mér veist, við mættum hækka aðeins þetta ég stoppaði mitt áðan fyrir konu þú veist, þar sem ég þurfti ekki að stoppa til að hleypin yfir og hérna, hún veifaði ekki og ég var eitthvað svona þessi henni reyna að venja mig á bara eitthvað ok, ég veit ekki neitt þú veist, ég veit ekki neitt hvað að gerast að henni lífi nei. Þú veist, ég veit ekkert hvort hún hefur verið utan við sig þú veist, taka þetta ekki persónulega já. En síðan finn þú sér tala um þetta að því ég las eitthvað þar í gær á einhverjum á Facebook þá var eitthvað að tala um að það væri verið að kenna börnum að þakka ekki fyrir þegar bíll stoppar á göngubraut hvað heitir þetta? Göngubraut, já. Hérna að því að bíllinn á að stoppa og þá þarf ekki að þakka fyrir að því að það er hans skylda samkvæmt umferðarlögum að stoppa og þá þurfur ekki að þakka fyrir þetta mér finnst þetta slæmt já, mér finnst það líka en mér finnst líka samt eins og í Japan sko, þeir eru náttúrulega með ógeðslegasta klám sem fyrir finnst já. sem er framleitt í heiminum er framleitt í Kína, nei, Japan menna og hérna eða þetta heyrði ég
þetta þarf ekki að vera, sko, að þetta grimm og snar, þetta hasaþáttur máli, en, þú veist, ég held að líka samt að það verður svona mikil kurteisi, þú veist, þá verður svo mikil bæling og þá kemur það út eitthvað neginn, þú veist, þetta er svona balans, þú veist, við þurfum líka að að vera ókurteis. Ég held samt ef að Japan sko á öðrum endanum, þá erum við alveg á hinum. Já, einmitt. Þú veist. En það er ekki verið að framlega mikið klám hérna og það er kannski ekkert svo ógislegt. Ég veit það ekki. Nei, ég veit það ekki. Nei. En, þú veist, það er spurning hvar hérna... Ég er ekkert endilega til farendilega saman, kurteisi og klám. Ok, en þú veist, kannski. Bæling. Já, bæling, já. Bæling. Já. Bæling og eitthvað svona darkness. En kurteisi, þú veist, þarf ekki endilega að vera bæling. Þú veist, í daglega, bara svona í daglega, ég er bara að tala um svona grunn. Já, ég veit það. Þetta er líka bara svona tillitssemi og svona. Það þarf ekki að vera samasammerki, þú veist, það er rosalega bæling í Japan að mörgu öðru leyti. Einmitt. Þú veist, ég er ekki sérfræðingur í eitthvað Japan, en þú veist, það er rosa mikið kynjamisrétti, þú veist, það er stéttaskipting, þú veist, það er alls konar annað líka. Já. Og auðvitað þessi brjálaga kurteisi og siðir, sko, sem getur þetta verið sagt svona rituals of obedience, þannig séð. Já. En svona, en þú veist, bara svona, ég veit ekki, þetta er svona eins og samfélagslegur, þú veist, það voru svona hlutir sem að bara, nú er ég sjálf bara eitthvað alveg hætt að nenna heilsuöllum og allt þetta. En fyrst þegar ég kom heim, þú veist, þá var alveg svona einhverju hlutir sem sjokkuruðu mig, skilur, sem voru bara svona grunn, eitthvað svona tillit við næsta mann, þú veist, sem er bara svona á að geta vera líta á sem einhverja kvöð, þú veist, maður áður bara að gera það í jákvæðni, þú veist, það er ekki beint bæling. Já. Eins og bara að halda hurðinu opinni fyrir næsta mann eða. Og eitthvað svona hlýja. Já. Þetta gefur til kynna eitthvað svona, við erum saman. Já, við erum saman. Þú veist, á jörðinni og við erum einmitt. Og þetta íslenska versen með hverjum þú ætlar að heilsa og hverjum ekki. Þú veist, einhvers þú þekktir í mentó en þú þekkir hún ekki alveg eins vel, þannig að þú ætlar ekki að heilsa honum og allt þetta, skilur, sem við skil alveg. En kannski ættum við bara að fara að heilsa öllum. Maður að brosa allavega til allra. Já, ekki. Ég held að það sé gott, brosa. Já. En þarna, já, þetta er samt svona, já, það er bara, ætla að sé ekki bara mikil einhverfa hérna og svona, ekki það að maður segja allir einhverfir heilsa ekki og eitthvað svona, en það er eitthvað svona, þetta er eitthvað svona, ég sé þetta líka, þú veist, eins og ég ræktinni í búningsklefanum, talar engi saman. Nei. Ég er alltaf að reyna að segja eitthvað brandara og svona, til að leta svona eitthvað, býtu, er eitthvað í skápnum mínum, eitthvað? Já. Eitthvað, eða þú segir bara eitthvað, þú veist, að það er eitthvað neginn svona, þú veist, ég veit ekki hvað þetta er með Íslendinga. Nei, ég held að það sé bara svo stutt sem við vorum í borgarasamfélagi. Þú veist, þetta er svo nýtt fyrir okkur, held ég. Já. Þú veist, við komum bara úr torfbænum, þú veist, og svo stutt sem við vorum í torfbænum og svo stutt sem Reykjavík var eitthvað borg og svo stutt sem við vorum eitthvað umgangast ókunnugt fólk, þú veist, við erum ekkert vön því, þannig að við erum alltaf eins og einhver einn stór fjölskylda og maður getur auðvitað að vera mjög leiðileg við fjölskyldunum sína, kannski frekar en eitthvað ókunnugt fólk. Já. Kannski er það. Já. Þú veist, og ég held að það er svona kenningar um það, þetta chit-chat í Ameríku komið til út af því að þú veist, það var allir nýfluttir til Ameríku og þú ert einhvers staðar í byssu, þú veist, vilda vestrinu og þú segir, hey, how are you doing? Þú veist, það er svona aðtöga, svona öryggisventil til að aðtöga hvort hinn manneskjan sé í lagi. Skilur við? Af því þú ert bara að hitta einhvern ókunnugan og þú veist ekki hvort hann sé bara klikkaður eða how are you doing? Já. Not good. Já. Bara hvernig líður þér? Kannski. Ég veit það ekki. En ég væri til í svona hækka af því það er þessi svona ég er að tala svona ég er að tala svona viðmið, svona kurteisins viðmið sko, sem er bara, sem er þetta automatiska viðmið. Ég væri til í að við settum eitthvað þannig viðmið innan heima. Mér sé samt alltaf vera að gera maður fíbli, þú veist, af því ég tala við alla, þú veist, ég alltaf vera að gera maður fíbli. Já. Eða svona, ég reyna svona, þú veist, það er samt svona allt í lagi, þú veist, það er bara svona, já. Þú veist, þú er bara fíblið. Eða, þú veist hvað ég meina? Já, en svo finnum við alltaf svona sama fólki sem er þetta útkvarfa fólk.
svona fólki sem maður rakst á, þú veist, í bænum, í æsku og maður er ennþá að rekast á það. Já. Þú veist, maður er alltaf að rekast á sama fólkið. Sem þetta extroverted fólk. Ég samt introvertin favorite, sko. Já. Og ég held að ég sé alveg favorite hjá introvertinum, sko. Þú veist, að því að maður eitthvað annað heilakveil, maður eitthvað svona öðruvísi samsettur. Já. Og það verður eitthvað svona, verður eitthvað til í þessum andstæðum. Já, reyndar. Ég var að fatta, þú veist, það eru sömur að hlusta í útvarpinu, 89,1 held ég gleyma alltaf. Ég var að gera byssur á hann. En skiptir ekki máli. En hvað, þú veist, eins og, já, þetta svona, þú ert náttúrulega í myndlistinni, Hrund Atladóttir. Já, ég varst ekkert með að kynna mig. Nei, velkomin í Grimm og Snar. Takk, Ingibjörg Magnadóttir. Einnig í myndlistinni. Já, líka í myndlistinni. Veistu hvað, mér finnst skemmtilegast. Ég svona, þess að ég er í S-inu mínu, það er þegar ég er að elda. Já. Af því þá þarf ég að taka tíman á þessu, ég þarf að skera þetta niður, þetta, þú veist, skoða, kíkja eitthvað, þú veist, í síman, sjá eitthvað uppskrift eða eitthvað og þú veist, ég er að multitaska og mér langar svo að, þú veist, lífið mitt sé þannig, þú veist, ég sé bara multitaska, alls konar verkefnum, þú veist, eins og þetta sé myndlistin, sálgæslan ritlistin já, minnst þetta svona og svo raða heima hjá mér, OCD heima og þú veist, að ég sé svona ég er ekki típan, En ertu það þá ekki? Jú, en ég vil bara fara svona lengra inn í það. Er það? Já, ég væri til að hafa svona vinnustofa með þessu öllu. Ok, ég er líka þessi típa. Nákvæmlega, þetta er útkverfan. En ég er alltaf að berja skegg því. Hverju? Þú veist, þetta er eins og að vera einhverfur og vera að berja skegg því að gera einn hlut í einu og finnast það gott. Já. Hverju að berja skegg þessu? Þú veist, fá æfiraðningu í einhverju einu starfi og verið því og veist, mér finnst rosalega gaman að læra nýja hluti til dæmis líka og hverju? Út af því að einhvern veginn heimur vill það ekki. Veistu? Þá verður maður svona ágætt í öllu og maður er ekki meistari í neinu og bla. Maður er bara meistari í öllu. Já, einmitt. Ég er alveg mega svona, sko. Ég líka, ég bara og mist rosalega gaman að heyra þú sér þetta líka. En þetta er svona stóra bardaginn í mín lífi, sko. Í alvöru. Þannig að eina leiðin fyrir mig til að láta það virka professionally var í rauninni, sko, að því að ég gerir myndlist og þar, þú veist, ég teikna, ég gerir vídeo mjög mikið, ég gerir animation og líka, þú veist, kvikmyndagerð, svo hefur ég verið að gera innsetningar þar sem ég er að hanna rými fyrir söfn og ívenda og, þú veist, og hvað meira, örugglega fullt meira. En þú veist, svo þurfti ég bara að reyna að fara inn í eitthvað svona ennþá dýpri, eitthvað kjarna og fatta svona, ok, það sem að ég læti þetta allt saman passa utanum náttúruvernd eða náttúru. Þannig að það var svona boxi sem ég náði að búa til, þannig að þetta er allt saman, þú veist, ég get gert alla þessa ólíku hluti en þeir eru allir út frá einu konsepti eða eitthvað. Okay. Þannig náði ég svona aðeins að halda utanum það, af því annars einhvern veginn fór það bara oflant. Og fólk skilur ekki oft bara hvað ég geri, af því ég er alltaf að gera ykkur 1000 ólíka hluti. Þannig að fólk er bara, en hvað geriru? Myndlist, ertu það að mála? Bara, nei, ég er ekki að mála. En við hvað vinnur? Ég var alltaf að spyrja því einu sinni. En við hvað vinnur? Bara list, En við hvað vinnur? Já. Og nú er ég að setja upp heimasíðu fyrir, ég ætla að búa til svona, þú veist, ég er með stúdíó, en ég er að gera heimasíðu fyrir það og ég er bara, ok, hvað er ég að takmarka, þú veist, ég er með eitthvað 1.000.000 verkefni sem ég get sett á, en þú veist, er það ekki ruglandi fyrir fólk? Þú veist, á maður bara að setja allt og þá er það bara eitthvað svona fyrirtæki sem gerir allt. Ég veit að það er ógeðslega flókið. Það vilja allir setja allt í kassa. Já, ég er bara með, ég veit alveg hvað mitt er, það er svona undirvitundin og innri veröld sem ég er alltaf að vinna með. En
og einmitt ég eins og þú, ég gerir gjörninga og ég ger vídeo og mála og teikna og þú skrifa leikrit og og þú veist, þetta svona renaissans þú veist, renaissans konur bara og endurreisna konur og en þú veist, hvernig maður presentera þetta, þú veist, það fer bara eftir, þú veist er maður að auglýsa einhverja vöru, þú veist, sem maður segir svona ef maður verður með einhverja ósla flókna vöru ef maður verður í business, þá þyrfti maður örugglega einfalda þetta mikið og finna svona þráðin og sögnina í þessu og hvað þetta er og svona logoið og textan en ég held að því við erum listamenn eða listakonur, hvernig sem maður hafa það listahán að þá getur maður bara haft þetta bara í þessu chaosi einmitt en það bara ekkert það alltaf svona aðrir sem að vilja alltaf geta sett allt í box til að setja okkur í hillu hjá sér skilur við, það eiginlega vandamáli held ég þannig ef maður það er ekki okkar vandamál nei, það er ekki okkar vandamál í alvöru? Það er alveg góð punktur sko en ég veist svona, mér finnst þetta alltaf þetta er bara óslega mikið challenge fyrir mig sko að vera svona, að því að maður hugsa orð bara ef ég geti bara gert eitthvað eitt ógeðslega vel ég ætla svona að taka undir þetta með þér þú veist, ég veit alveg, þú veist, einmitt þetta að maður geti gert eitthvað eitt þú veist, og veri bara þú veist, alltaf bara mála þú veist, ling eða eitthvað alla æfi ég geti það ekki sko en ég get það ekki ég verða, þú veist, það er útkverfan það er útkverfi rófið og þú veist, maður bara að fara einhvern veginn taka tillit til þess hver maður er og hvernig maður er þetta er allt í lagi og það er svo mikið tillit tekið til hana einhverfinar og allar svona greininga en það er ekkert mikið að taka tillit til hana extrovertana útkverfinar nei, það er alveg rétt það rófið bara, ég held að það sé bara fyrsta skiptið verið að tala það opinberlega bara hér í þessu samtali hér og nú og við komum inn saman bara og þurfum að, þú veist, ræða þetta einmitt og fá svona smá hvað segir maður, ég veit ekki, skilning já einmitt, en svo er ég líka nátthrafn sko og það er engin skilningur þar maður, það er rosalegt það er erfitt að vera nátthrafn af því að það er ekkert smá sem að sko heiminum þetta stjórnað af bara fólkinu og þú fær svo mikið hrós bara því fyrst þú vaknar á mótnana þú veist, ef þú veist svona mannskja sem vaknar 6 á mótnana eða eitthvað þá færðu bara þvílíkt klapp fyrir það sko skilur við, en ef þú ert mannskja sem vakir fram eftir og sefur lengur þá er það alveg bara þú veit bara persóna non grata sko en Herabjörg í Eurovision hún og konan sem samdi lagið sem voru að syngja í undankeppninni þær eru þær eru nátthrafnar þær eru bara svona mega professionals og voru að vinna á nóttinni bara þær sofa, vinna á nóttinni og sofa bara til 1 eða eitthvað einmitt þetta er náttúrulega bara business þetta er bara þú veist, við breytum ekki klukkun út af eitthvað bönkunum í Evrópu eða eitthvað, ég man ekki alveg hvernig þetta er þú veist, hvernig markaðirnir opna þú veist, og einmitt en þú veist, það er eitthvað svona basic tölfræði, eitthvað svona 25% eru extreme morgun 50% er bara venlegt og svo eru 25% svona extreme nótt og en það er einhvern veginn extreme nótt fær alltaf mesta svona dissið en það þurfti alltaf einhver að vera á nætuvakt skilur mig það þurfti einhver að vera á nætuvakt í þorpunum frumskóginu og passa, þú veist, að ljóni kem ekki inn í þorpunum ég veit alveg hver ég hef verið í einhverjum ættbálki sko þetta er bara allt þróunarfræðilega sé bara rosalega mikilvægt einmitt og það var bara að gera eitthvað rannsókn ég held að allir lesa þessa rannsókn ég veit ekki, en þú veist, það var að gera rannsókn í eitthvað svona ættbálki Afríku eða eitthvað sem er, þú veist, bara eins og hann hefur verið í 1000 ára skilur
og þau lifa bara saman lífi og það var sett svona klukka á þau öll, þú veist, hvernig þau vaka og sofa og eitthvað svoleiðis og þá kom í ljós að það var aldrei allir sofandi sama tíma. Þú veist, það má ekki. Nei, má ekki. Nei. Þú ert næturvörðurinn. Já. Ég er bara konan sem hefði verið vakandi á nóttinni, eitthvað svona, ég hefði verið þessi að ráða drauma og við hefum einhverja körfur og eitthvað dundantalast á nóttinni, skilur. Og svona, svo kemur fólk svona í mitt tjald þegar það þarf að fá eitthvað, þú veist, ég veit ekki, einhverja mikstúru eða eitthvað. Já. Ég hefði svona verið að pæla í vandamálum hinna í þorpinu kannski á nóttinni og eitthvað, fá einhverjar sýnir, ég held það. Já, kokka eitthvað upp. Já, eitthvað segið. Já, og það er líka þessi þögn á nóttinni sem að er svo mikilvæg, oft fyrir listamenn og svona. Líka því að, þú veist, maður er að pikka upp svo mikið. Já, ég er ekki bara að tala um þögn í hljóðulega, ég er bara að tala um bara heiminn, bara kosmosið, bara loksins sofandi, sko. Já, maður fyrir bara rými til að hugsa, bara, þú veist. Já, einmitt. En það er svona, ég er alveg ykkur Facebook-hópum og eitthvað svona með náttúrufnum, sko. Og þetta er bara eins og eitthvað svona skömmustu hópur, sko. Nei. Jú, eða þú veist, nei, við erum að reyna að claima power okkar aftur. Já, við erum það. Útkverfur náttúrafnar. Útkverfur náttúrafnar. Já, og sjálfs, trösti fyrir því. Já. Einmitt. Mér var svo flott að Herabjörg og þessi kona var að segja bara, heyrðu, við erum bara, en nú gaf henni vekjaraklukku. Já. Ég beinni útsendingu. Ok. Með svona dementum, það er svona glam. Einmitt, en það er svona verið að skjóta á það samt og tala um það. Ég meina, ef það er alltaf, þú veist, vakna 6 á mótnana og við morgun kaffinu og allir verið bara frábært. Þið eru verið búin að vera duglegar, skilur. En hvað hefur verið þarna að pæla í draumunum? Í þú veist? Já, algjörlega. Þú veist, ég hef alltaf verið rosa mikil dreymari eins og við höfum talað um. Já. Og þú líka. Já. Við erum svona dreymarar. Já. Og en já, ég hef alltaf verið rosa dreymin og bergdreymin og alltaf dreymt fyrir hlutum og dreymt fyrir daglátum, eins og maður segir á Íslandi. Hvað er að dreyma fyrir daglátum? Þú veist, bara svona þú veist, þið dreymir eitthvað bara fyrir deginum sem er að fara að gerast. Já, einmitt. Þú veist, og það er svona eins og fyrir mér svona að já, þú veist, ég hef alltaf verið með bergdreyminu og allt þannig, síðan er svona fyrir svona er lengra, en ég er svona byrja að pæla í því síðan bara svona, ok, mér er alltaf að dreyma og ógeðslega sterkt og mikið og þú veist, og alla tegundir af draumum, þú veist, bara að vera svona lucid dreyming, þar sem að þú vaknar í draum og fattar að þér að dreyma og þú getur stjórna drauminum og skilur við, mér hefur dreymt fyrir fólki sem hefur, þú veist, dáið, kannski nóttina sem þau hefur dáið og ég er bara fólk sem ég þekki ekkert og eitthvað svona mikið og þú veist, svona alls konar og það er svona það sem að þú veist, ein ástæðan fyrir því að ég hef eitthvað að fara að pæla í einhverjum spiritualisma eða eitthvað neginn fundist svona, það er eitthvað sem við skiljum ekki og sjáum ekki og svona, það er alltaf bara verið út af því að mér hefur dreymt svo mikið og það er svona meikar ekki sens, skilur þú veist, hvernig getur þið dreymt eitthvað sem gerist síðan 10 árum síðar þú veist, og þú veist bara búin að skrifa það hjá þér og svo gerist það bara, þú veist, sem segir okkur eitthvað um tíman eða örlög eða, þú veist, hvað er þetta, þannig að ég hef svona, þess vegna farið eitthvað svona stúdra svolítið, kannski, eða hafa verið opin fyrir, þú veist, einhverjum svona spiritualisma út af því bara út af því það fær mann til að efast allt sem eins og það líti út fyrir að vera en síðan var ég alltaf svona aðeins að reyna að finna eitthvað svona dýpri, svona fyrir að hugsa en byrjuð, ok, mér langar að reyna að skilja þetta dýpra, þú veist, getur maður ekki æft drauma, bara sem maður getur æft fótbolta eða eitthvað, þú veist og var búin að vera skoðan, ég er ógeðslega viðkvæm fyrir svona New Age og einhverjum kultum og trúabröðum og svona, ég er ekki, þú veist, mikið fyrir það eða minnst alltaf svona varan á því skilju en svo fann ég bara núna fyrir svona ári þá fann ég og lesa, þú veist, ég verið að reyna að lesa eitthvað svona dream yoga bækur og draumar í buddhisma eða flett upp íslenska draumaráningabókunum og eitthvað svona svo fann ég einhvern mann bara fyrir, þú veist, fyrir svona rúmlega ári eða eitthvað sem ég bara, wow, ok, þarna, þú veist þetta mitt tungumál, sko sem áhugavert, að því hann ástralsk, þetta bara svona ástralskur hvítur kall sem þú veist, 70 ára og hann búinn að dreyma frá því hann var bara barn, hann var svona hann dó nokkur sinnum sem barn, hann var svo veikt barn, sko og fór inn í aðrar vítir, þú veist þegar hann var og var í svona
svona hitadraumum, svona fever dreams skilur það sem hann og alltaf mjög bærdrauminn og allt þetta og upplifa einhverja aðrar en áhugavert að hann frá Ástralíu og í Ástralíu og í vestrænni menningu þá bara ekki draumar ekki teknir alvarlega. Já, einmitt. Og það Íslendingar eru óvinnilega með það, við tökum með það drauma alvarlega sko, og við tölum það og hann hefur skrifað sko 14 bækur eða eitthvað þessi kall sko og hann heitir Robert Moss, hérna ég vil fletta honum upp og hann til dæmis segir einmitt í einhverju bók sem hann skrifar sko bara kallmenn evróskir eða vestrænir kallmenn þá dreymir ekki, þá dreymir þeir viðurkenna það ekki, það er ókallmannlegt það dreymir. Já og þess að ég hef alveg verið á ráðstöfnu halda fyrirlestur þar sem einhverju komið upp og einhverju kall kemur upp á hann og segir hörðu vin minn dreymdi þetta og þú veist hvað heldur það og eitthvað og síðan kemur einhver annar kall að þeim og þá hættir hann bara að tala þetta og segir já konuna mína dreymir haha eitthvað svona já konur dreymir sko ekki kalla og já mjög sérstakt en á Íslandi ekki og Íslandi þarf ekki að vera eitthvað trúaður eða eitthvað til að vera þú veist þú getur bara verið ég held að íslenska sjómenn dreymi mikið og tala drauma þú veist og þetta svona við erum öðruvísi með þetta já haldi í þetta já en það sem minnst áhugavert með hann að hann er búinn að stúdera þetta og síðan hann búinn að síðan fór hann bara eignast hann vin sem krakki sem var frumbyggi ástralska frumbyggi og þeir eru þetta með bara svona eitt mesta drauma kultúr jarðarinnar og hann fyrir að segja við hann vinurinn fyrir að segja bara já við orðið við þetta og við orðið við hitt og já það sem þú sást í þessum draumi var þetta og hitt og skilur og þeir trúa að við séum í drauma heimi en alvöru heimurinn sé hinum megin við erum í dream time núna, ég og þú og hann fyrir þessi maður ég held að hann gerist mannfræðingur eða eitthvað, hann með eitthvað PhD í einhverju og er að kenna það einhverjum háskólum en hann alltaf að vinna með þessa drauma og skoða svona indigenous kultúra og síðan þegar hann svona fertugur eða eitthvað svo leiðis, ég veit ekki hvernig hann fættur 40 eitthvað að þá byrjar hann að kenna bara alveg drauma, tilengja alveg lífsitt draumum og það, það er svolítið klikkað, það kemur til hans einhver indjána kona í draumi í Bandaríkjunum og hún fyrir að útskýra fyrir honum hluti sem hann skilur ekki hvað hún að segja og hún kemur aftur og aftur og aftur og hún eitthvað eldgömul svona sjaman kona einhver og hann hefur samband við einhvern ættbálk sem býr þarna ofar í upstate New York sem er Cherokee indjánar eða eitthvað og hann fyrir að segja þeim einhver orð sem hún er að segja og þegar já, hún er að tala þetta tungumál en þetta eru gömul útgáfa af því og hann var hjá henni í 4 ár í draumum að læra draumatækni og læriði tungumálið þeirra hún kendi honum tungumálið þeirra þetta er ekki klikkað þetta er klikkað en það sem mér klikkaðast svona við hann áhugaverðast og skemmtilegast að hann er svona vestrænt fræðmaður samt í grunninn og hann er bara í skyrtu með einhvern penna skilur hann er bara og hann er búinn að þróa svona grunntækni í bara hvernig þú getur unnið með þína drauma og það getur engin ráðið þína drauma nema þú sjálf og eitt af því til dæmis þú veist að halda draumadagbók er mikilvægast og alla dreymir það dreymir alla það munar bara ekki allir hvað það dreymir það er misjafnt en allir þú veist geta dreymt fyrir öllu þú veist að það er bara með að muna það og sumir kannski og fyrsta skrefið í að fara að muna draumana þína og dreyma meira og vera betri að muna og er að halda draumadagbók og hann er með svona viss aðferð við að setja upp draumadagbók sem er bara gefa draumunum titil og dagsetningu og og svo er hann með index aftast og þú heldur þína draumadagbók og það þú fattar þá þitt kerfi hvað þetta þýðir og hvað hitt þýðir og skilur og svo ef að þið dreymir kannski þú veist hest eða eitthvað þú veist eitthvað svona hestur eitthvað tákn og hesturinn, þú veist, brýst inn í einhverja búð og svo er brotist inn í búðina eða eitthvað, ég veit ekki, þú veist, eitthvað, þá myndur þú skrifa við þann draum setna, býtu já, þú býtu vó, en það dreymdi hestum brust þannig inn í gegnum glerið á búðinu minni, býtu, og svo var allt í hennu kom bíll og glerið brotnað á búðinu minni, þú veist, þá myndur þú fletta upp draumnum í draumadagbókinni, mótir að það hjá þér, skilur við, og svo ferðu kannski að upplifa eitthvað munstur sem tengist því að dreyma hest, þannig með tímanum þá ertu komin með sína eigin aðferð, þú veist, þína eigin drauma lykla já, einmitt
Þetta tekur samt, mér finnst ég alls ekki vera að koma með lyklana inn í mína drauma. Nei, ég held að það taki bara einhver ár, sko. Já, ég meina, þú veist, ég er búin að skrifa niður draumana rosalega langa tíma og þú veist, eina sem ég er þú veist, maður þekki þetta náttúrulega húsið og síðan er ég mjög oft í borgum og mjög oft að keyra áður ég fekk bílpróf, sko. Já. Eða farþegi í bíl, þú veist, þetta er svona basic, en ég svona, já, ég er alltaf svona, svolítið svona erfitt með að ráða draumana mína. Já, og hann er svo líka er með aðra aðferð sem er áhugaverð, sem er svona, ef þú býrð til draumarhring, þú veist, draumaklúbb, skilur, sem er, mann ekki held að kalla það eitthvað lightning dream, eitthvað svona, að ráða draum mjög hratt. Og það er rauninni til að hjálpa hinni manneskinu við að ráða draum, skilur. Ég geti hjálpa þér við að ráða þinn draum, en grunnprinsipið er að ég má ekki segja við þig, þessi draumur táknar því þetta og þetta. Þú veist, ég þarf að hjálpa þér að skilja hvað þinn draumur þýddi og svo get ég sagt, ef þetta væri minn draumur, þú veist, ég spurði, viltu heyra hvað mér fyndist ef þetta væri minn draumur? Þá get ég sagt þér það út frá mínu hugmyndafræði, en ég get ekki ráðið draum einhvers annars. Það er svo hættulegt, þú veist, þegar fólk er að fara í bækur og svona og biðja aðra að ráða drauma sína. Já. Af því að þetta er alveg uník tungumál þinnar sálar eða þinnar undirvitundar. Já. Og já. Og svo er í mjög mörgum svona, hvernig segir maður, þú veist, indigenous, frumbyggja kultúrum. Já, ég veit það. Hvað segir maður? Frummenninga heima með eitthvað svona. Skiptir ekki máli. Já, í mörgum þeirra, þú veist, er talað að sá sem tínir draumunum sínum og dreymir ekkert sé búin að tína tengingu við sáluna sína. Já, tengingu við undirvitundina. Já. Einmitt, af því að ég get alveg verið sammála þessu að því þú ert í einhverju sambandi þegar þú vaknar og setur niður drauminn. Það er eitthvað þú veist, undirvitundin getur tala við þig en þú veist, þú heyrir í henni. Já, einmitt. En annars ertu bara ekkert að hlusta. Þú veist, með því að þú einmitt. Og ég fengi ára svo oft svona alls konar, þú veist, ég hef alveg getað með tíð og tíma bara sjálf, bara greint á milli minna drauma svona, ég veit sko, ef mér dreymir eitthvað fyrir einhverju, þú veist, sem kannski gerist eftir langt fram í tíman. Þú veist, þess að mér dreymdi fyrir COVID til dæmis. En ég skildi ekki drauminn, ég skildi ekkert hvað hann þýddi, meika ekki sens fyrir mér, en hann gerði það seinna, en þá mundi ég hann ennþá því hann var svo sterkur. Þannig að þegar mér dreymir fyrir einhverju svona sem gerist kannski eftir einhver ára eða mánuði eða eitthvað, það er svona tilfinning sem fylgir því, sem ég þekki. Maður var svolítið magna og spurður að hana því ég var eitthvað að segja frá okkur bendin draumi og þá sagði hvað tilfinning var. Já. Og ég myndi það ekki, maður þarf að skrifa það. Já. Einmitt. Þú veist. Einmitt. En síðan, þú veist, þarf maður að muna draumana þegar maður fyrir að skrifa niður. Já. Þú veist, það var eitthvað önnur aðferð sem hann kendi líka við að sem hann kennir við að ráða drauma? Nei, við að muna drauma. Já, sko það er í rauninni, þú veist, nú er ég ekki með þetta eitthvað hjá mér, en þú veist, að þú ætlar að grunnurinn, við setjum draumadagbók, svona grunndraumadagbók sem eins og hann gera það, sem er sniðugt af því þá ertu í rauninni búið til kerfi líka sem þú getur svona haldið í og þú getur flett upp í. Þetta er svona eins og akademískt, skilur. Það er út þessu og gerir efnisskrá. Já, þú sko fyrsta lagi þá gefur þú draumnum nafn. Einmitt. Þannig að ég skrifaði alltaf bara eitthvað draumur og eitthvað dagsetning. Já, ég var alltaf bara með dagsetningu. Já. En þú skrifa nafn og dagsetningu, þú gefur honum titil. Þannig að það er kannski bara eitthvað, þú veist, ég veit ekki hvað alltaf tala með hann hest eða eitthvað, hesturinn í búðinni eða eitthvað svona. Þú veist, þá heitir hann það, bara hesturinn í búðinni, ég var í Bólholti, þú veist, ég átti ykkur ógeðslega skringilega skartgripabúð, þú veist, og allt í einu þá eitthvað svona. Og segir frá draumnum í stuttri máli eins og saga, en reynir að muna eftir smáatriðum og svona, af því þau auðvitað gleymast og skilur eftir auða blaðsíðu við hliðina á fyrir nótur. Já, fyrir nótur. Og þannig að titill dagsning þetta og þú skrifar var þetta draumur sko sofandi, var hann lucid, var hann í hugleyslu, þú getur líka bara
dagdreimt stór partur af því og til að fara að dreyma meira ef þú hugleiðir meira og tekur kannski svona hugleiðsluferðalög við trommu eða eitthvað svona drauma hugleiðsluferðalög þá byrjar þið að dreyma meira þú veist að því það bara tengt og hvaða tegundu drauma var þetta? Þú veist, hvernig leið mér því ég vaknaði eitthvað svona og hvernig tengist það daglega lífinu mínu það er líka sniðugt að skrifa það líka af því þá var þetta kannski úrvinnsla eða það tengist einhverju þú veist, já, ég var í skartgripabúð í gær eða þú veist ég stundum svolítið hrædd við draumana þú veist, það er ég svona hvað er nú þetta ég held að ég sé með eitthvað svona negative bias svona neikvætt svona það verður svona veit þetta á þetta já, þú veist svona ég þarf að opna einhvern veginn meira en sumt fólk fyrir myndina sem dreymir ekki er að því að það þorir því ekki já, akkurat að því að það farið í gegnum martraða tímabil eða það hefur upplifað eitthvað erfitt og eitthvað svona og bara bókstaflega bara búið að loka sko. Mér finnst það rosalega merkilegt það var einna geðlæknir sem sagði mér að því mér dreymdi því á lítil dreymdi mér sjóræningja og stóran ísbjörn og hann sagði þetta er vendadýrið þetta ísbjörnin hann sagði dýr sem dreymið þú ert lítill eða lítið það er vendadýrið þetta já og líka það er svo sterkt og mannst það ennþá já og maðurinn minn hann man eftir dýradraumi já sínum já einmitt ég ætla ekki að segja hans dýra það vil kannski ekki nei það er prívat já ég er búin að segja öllum þessi ísbjörn ég hugsa stundu þú veist bara er að keyra hann siti hliðin á mér ísbjörn það er ímynd að vera að sé hliðin á mér já og bara þú veist og bara því þú veist líka stundum ef ég er að fara inn í aðstæðu sem ég er óöryggi bara tekið mig ísbjörnin já geggja verndadýr geðveik rosa hættulegt já ég er ekki hrædd við hann nei ég er ekki hrædd við hann er með þér í liði já ég hef aldrei verið eitthvað í stað óhugur af ísbjörnum en mist það er alls konar svona svo ógeðslega mikið skemmtilegt í þessu og þetta er líka okkar veruleiki líka já, einmitt það er ekki bara veruleiki það sem ert að banka í sem er svo, þú veist einhvern veginn að vísindamenn komast í þetta og segja þetta er að því að bla 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 þú veist, þetta er svo leiðinlegt já, einmitt þetta er bara eitthvað svona, þú veist akkur að gera okkur þetta ég hef oft erfið með að greina á milli allt út dröms og veruleika sko mjög oft sko ég var mér dreymdi svo fárlegt ég var eitthvað að vinna upp á fjöllum og ég hitti ekki eins og að segja það sko en ég bara hitti einu svona kunningja minn og sameiginlegur kunningi okkar ég var bara viss að hann hefði farið í gegnum þú veist, væri orðin trans hefði breytt sér í konu og ég var bara viss það ég hefði bara, þú veist, séð það og talað við hann það og eitthvað svo hitti, og bara eitthvað svona gamall vinahópur, eitthvað sem ekki hitt lengir skilur og ég bara, já, hvað er frétt á honum hann að vinniðinum og hann bara orðin kona og eitthvað, hann bara, hann er ekkert orðin kona, ég bara jú það ekki, fór hann ekki eitthvað svona kynleiðréttingu eða hann bara, nei hvað það tala þá hafði mér bara dreymt það bara svona sterkt sko og ég var bara búin að vera eitthvað neginn í einhver ár bara eitthvað með það eitthvað, þú veist nú hljóma ég þessi alveg spinningar sko en það getur stundum verið svona bara býtu, já, gerðist þetta neða gerðist, en maður dreymir svona mikið og sterkt og þú veist, alveg fáránlegt hversu ég var svona ekkert prívat með mína drauma, ég var bara með það á bloggin, á heimasíðinu mínu var ég bara með draumablogg gera bara svona stikkorð úr draumunum og síðan mynd alltaf svo var ég bara shit þú veist, ég veit ekki þú veist, hversu mikil útkverfa er það? Já, ég veit það ekki. Hversu prívat er það? Mér finnst það samt alveg svolítið góð pæling líka. Já. Kannski ef þú getur, þú veist, að því núna, þegar ég er svona aðeins að byrja að dýfka svona vinna meira með þetta, svona, og þú veist, dýfka svona þjálfunina í því og grúska meira í því, þá er þetta að fara, þú veist, ég er samt bara algjör amatör, skilur við, þú veist, það er hægt að fara svo langt með svona draumavinnu sem ég er ekkert komin skilur þú veist, en það er þetta að fara bara fólk sem er virkilega gott í draumavinnu
þú veist, það getur bara að fara í sálfræðitíma hjá sjálfu sér, þú veist, það getur bara að fara meðvitað inn í undirmeðvitundina sína og sest á móti sálfræðingnum sínum, skilur, sem undirmeðvitundin og bara fara í sálfræðitíma. En ef þú ert góð í bara lucid dreaming, þú ert búin að þjálfa þig að fara í það ástand og fara í lucid dreaming, þá ertu bara sofandi en þú ferð inn í þína undirmeðvitund. Ég er mjög þjálfuð í þessu bara í gegnum ekki drauma, heldur gegnum, þú veist, bara partavinnu og... Já, einmitt. Svo, já. Nú misti ég samt þráðinn, ég man ekki hvað ég ætlaði að segja. Jú, með draumana að... Já, ef þú væri bara svona brjálæðislega þróuð draumadís, skilur við, að þú geti verið með blogg þar sem þið bara dreyma fyrir öllu, skilur við, og þú myndir bara alltaf skrifa allt niður sem er bara eins og að lesa dagblaðið, allir getur bara að lesa, bara, og vera að ráði í þína drauma. Þetta er alltaf eitthvað bara mig, sko. Ég held því ekki svona berðdreimi. Hvað segir maður, svona váfrétt, veffrétt? Systir mín getur verið svona veffrétt. Hún er rosalega berðdreimi. Já. Mamma held ég líka, hana dreyma mikið líka. En hann að... Þú veist, það er alveg rosa mikið að fólki dreymdi fyrir 11. september til dæmis. Þú veist, ég held að þetta sé rosalega mikið á mér eitthvað svona innri átök, þú veist, okkur komplexar og alls konar svona, eitthvað svona psychic úrvinnsla, þú veist, hversu opin ámar að vera. En þú veist, eins og hversu prívat ámar að vera. Hvernig ámar að vera? Ég veit það ekki. Ámar að vera meira einhverfur ef maður útkverfur. Ámar að vera útkverfur ef maður einhverfur. En kannski það núna, eins og þú veist, hvað var ekki Jung sem talaði að eða Freud eða eitthvað, að fyrir seinni heimsstyrjöldinni það var rosalega margar sem dreymdi fyrir því. Já, Jung dreymdi fyrir seinni heimsstyrjöldinni. Já, og svo fyrir 11. september var rosalega mikið af fólk sem dreymdi fyrir 11. september. Já. Að þú veist, ok, nú eru komið eitthvað svona gervigreind. Já. Þú veist, það eru auðvitað að búið til gervigreind. Það sem allir myndu, ef maður myndi skrifa, alltaf var að safna upplýsingum allir myndi skrifa draumana sína henni í svona sameiginlegan gervigreindar databanka. Þá getur gervigreindin örgulega bara svona fara að vinna úr því og sett saman svona framtíðar hypothesis þetta er hvernig, staðan fyrir stjórnmálaskýrendur og eitthvað svona fréttaskýrendur. Nei, þetta er geggjuð hugmynd, sko. Svona framtíðar bara, það eru örgulega að fara að koma eldgós á næstu 10 árum af því alla á Íslandi er að dreyma eldgós eða eitthvað. Þetta er geggjuð hugmynd. En þá þurfti allir að vera til að gefa sko persónuupplýsingarnar sínar hvað þau eru að dreyma sem er mjög brútal. En ég gerði það bara og mér varst það bara eitthvað allt í lagi. Þangað til ég var bara eitthvað, þetta er kannski ekki svo sniðugt. Eða þetta gerist bara ósjálfrátt af því gervigreindin fer bara að ná að lesa einhverja heilabylgjur eða er það ekki byrjað líka? Ég held það. Að geta séð eitthvað svona myndir af því sem fólk er að hugsa þegar eru eitthvað að vinna með það, held ég. Ég veit það ekki. Þetta er ekki eitthvað svona framtíð. Eitthvað. Er þetta ekki framtíðin? Jú, örugglega, sko. Það var svona spá, það var svona AI, svona spá vélmenni eða eitthvað. Ekki vélmenni, þú veist. Mér langar óslega fylgja þessu öllu. Mér langar ekki vera eftir á. Mér langar ekki vera í hópnum sem bara eitthvað, ég ætla að fara að tæknin er vond eitthvað svona, ég ætla að vera bara reyna að vera on it. Þú ætla bara að setja á því headsetið þannig sem að les draumana þína og bara setja þú beint inn í einhvern gervigrindavitund. Já, eða þú veist, ég er ekki svona vá, þetta er brilljant hugmynd. Já. Nei, þetta er alveg bara $1,000,000 hugmynd. En spáði það, ef þetta væri þannig, maður geti alveg sett á sig svona headset og það væri bara, þú veist, þá gervigrindin er alveg rosa þróið. Og auðvitað bara komið, þú veist, og þetta verði alltaf alveg óslega þróað. Þá myndi ég mig kannski bara dreyma einhvern sem ég skil ekkert hver þú veist, einhvern Jón Guðmundsson, skilur, og hann er að lenda í ykkur bílslýsi í draumnum mínum. Þá myndi gervigreindin automatist bara senda honum einhvern veginn að dreyma fyrir því í Tesluna hans. Það heitir eitthvað annað. Bara, heyrðu, það er aukast líkur á því að þú setur að fara að lenda í ykkur slýsi því að einhver kona hann dreymdi það. Hrund Íslandi Æsland Hrund Æsland. En það er mjög áhugavert, þú veist, að því nú er ég í einhverjum svona alþjóðlegum draumahóp bara Zoom, þú veist, einu sinni í viku með þessum kalli og fylgta fólki og það er alltaf að gera svona einhverja æfingar, skilur sem er bara eitthvað svona, ok ég ætla á miðvikudaginn klukkan 2, þú veist, þessi nótt aðfarnótt 5. dags þá ætlar þessi í hópnum, random manneskja
að velja ykkur hlut sem hún ætlar að einbeita sér að og svo hafið þið viku til að skrifa hvort einhver dreymdi hlutin og svo kemur ljós, þú veist, á 5. daginn þú veist, viku setna, hvað það var og það alveg ótrúlegt hvað margir hitta á það það alveg fáránlegt sko já, þetta geðveikt já. Þetta svo ógeðslega skemmtilegt já. Þetta bara svona einhvern veginn eða þú veist, já og það er eitthvað svo að læra að vera kennari hvað ert að læra aftur? Nei, þú veist, að vera drauma nei, ég byrjaði bara að læra bara, þú veist, bara eitthvað mitt eigið praktík, skilur, hvernig maður getur, þú veist, bara eitthvað svona bara eitthvað hjá honum, skilur, bara eitthvað svona þetta er bara eins og eitthvað svona workshop þú veist, sem er bara, þú taldi eitthvað draumabók svo er það hittast og þeir eru bara eitthvað að ráða drauma og fyrir mér er að gegja það, því þetta nennir enginn að tala drauma, skilur enginn, þú veist, mjög fáir þú veist, þú nennir í það nennir líka einu svona hlusta á þetta podcast að við byrjum að tala drauma það er bara allir búin að slökka að því fólk er bara eitthvað og ég er þetta svona típa sem dreymir óslega mikið og er alltaf bara eitthvað að segja við, þú veist, kærastan minn bara, herðu, svo er ég bara eitthvað lest og þá var bara alltaf einhver snúður fyrir frá mig og hann bara eitthvað, í alvöru, gerist þetta í draumi í alvöru, en spennandi, segðu mig meira í draumnum er þetta ennþá að tala drauminn ég er í sama pakka sko. Og það eru flestir þannig bara dreftu mig og leiðendum svo er svo geggja bara að komast í eitthvað svona samfélag af fólki sem er bara eitthvað, já, segðu mig meira byrju, ok, og að snákur þarna, já, það þetta táknar ýmislegt, þú veist geggjað þannig ég byrja bara að vera í því svo eftir, þú veist, ára því eitthvað, þá skráði ég mig á svona kennara workshop, þú veist, þannig að ég er að læra að verða, ekki beint draumakennari en að læra bara að geta haldið draumarhring skilur, til að haldið utan um það, já þannig að þú veist, þá getum við hist skilur, einhver saman sem nennum að tala drauma og höfum áhugaði og við getum hjálpað hvort öðru við að ráða okkar drauma og gert einhverjar æfingar og draumaferðalög og þú veist, svona alls konar sem tengist í þú veist, hitt og þetta, því það er líka dagdraumar og bara alls konar skilur en það sem ég veist æðislegt við þetta frekar en kannski eitthvað að gefa neitt á móti neinu New Age eða neitt, að þú veist, það er ekki gúrú þetta er ekki eitthvað trúabragð, þetta er bara eitthvað svona sem við upplifum öll, þetta er svo hversdagslegt já þú veist, þetta er engin helgislepja yfir því nei, emmett þú veist, emmett og engin eitthvað betra en annar nei, alls ekki þú fólk sé kannski misberdreimið, en svo líka stundum finnst manni einhverju segja eitthvað draum sem þeim finnst ekki tákna neitt en er síðan bara eitthvað þú veist, eitthvað rosa merkilegt og hvað, þú veist, síðan líka samt eins og allir svona spádómar já og það líka, ég var að tala við eina ég var að spyrja hana ég var ekki að segja svona, þú ert náttúrulega algjör svona innsæðis kona hún segi, já hún segi ég var nú las óslega mikið þetta og það er búið að setja allt niður á jörðina en þá var hún að segja, já ég las óslega mikið innsæðið og þá er þetta bara svona reynsla þín og þá þekkir þessar aðstæður og þannig getur haft innsæi í hvað mögulega getur gerst og ég hef oft hugsað svona þegar maður veist að því mér stundum fundist ég vera ekki fundist ég vera spákuna heldur svona séð aðeins svona lengra inn fram en þá er ég að spá í þú veist, er það bara því að maður sér kannski mikið samtíman svona er maður að púsla nú saman einhvern veginn og segja já, þetta er möguleg útkoma mitt þú veist, þetta er ógeðslega dræ leið til að hugsa innsæð og spátumsgáfuna og draumana líka þú veist, en þá er spurning hvort að undirvitundin sé búin að taka upplýsingarnar úr heiminum á alveg settle level og eitthvað svona rosa bara já, hér í brúsu og eitthvað og nái síðan að búa til mynd úr því sem hefur forspjárgildi sem sagt, já en veistu hvað ég held að sé persónulega ég held að sé blanda báðu en ég held að sé fyrst og fremst hlustun emmett að maður pælir bara í innsæi bara orðið út að horfa inn á við sjá inn á við þú ert bara að hlusta hvað er útsæi? Bara engin hlustun, nei
Ég veit ekki. Það maður að koma með eitthvað fyrir þá sem eru... Það sem þú ert búin að hlusta á. Nei, fyrir hinu sem eru að hlusta. Þá maður að koma með eitthvað fyrir þá til að hlusta á. Ok, ef við segjum bara að alla dreymir til dæmis, en það eru bara ekki allir sem muna, af því það er ekki allir að hlusta. Já. Þú veist, og leið þú byrjar að skrifa, þá byrjar að hlusta. Og það er líka eins og í umhverfun okkar. Þú veist, að bara hlusta á umhverfið, taka það inn og þá ertu auðvitað að fara að taka, eins og þú segir, ef undirmeðvitundin bara taka allar þessar upplýsingar og raða þeim og þú getur fatta hvað er næst, þú myndir ekkert geta það að vera ekki búin að vera að hlusta. Þú veist, þannig að hlustun sé alveg bara risa partur af því. Þú er líka að horfa. Já, einmitt. Já, því segir hlusta þá er ég bara að tala um öllum skynfærum. Já, öllum skynfærum sem eru bara eitthvað miklu meir en 5. Það eru bara eitthvað skriljum, það er ekki hægt að segja hver við erum mörg skynfæri. Já. Þeir eru svo mörg, það er alltaf að vera að tala um 5 skynfæri. Það er bara ekki rétt, sko. Og það var bara eitthvað eins og grikkirnir, hvað heitir það, véfrétt, eða ekki? Já, ég veit ekki. Hjá Gríkjónum. Já. Það var rosa svona algengt þjá þeim, sko, var bara þessi hlustun, þú spyrðið einhverja spurningar út í kosmosið, svo ferðu bara í göngutúr í bænum og hlustar eftir svarinu. Skilurðu? Og þú getur alveg gert það í dag, þú getur alveg að hugsa bara hvernig ég að leysa þetta vandamál, ég veit það ekki, ég ætla bara að fara, þú veist, ég ætla að taka 20 mínútur, ég ætla bara að einbeita mér í því að ég ætla að spyrja hvernig ég að leysa þetta vandamál og ég ætla bara að fara í göngutúr í bæinn og ég ætla bara að sjá hvort það svari komið til mín og það getur komið til þín að þú heyrir bara samtali okkur ókunnu fólki og það bara eða þú sér eitthvað bíl kemur fram með einhverju merkingu, skilur, bara eitthvað pípulagnir og bara eitthvað, já, þetta eru pípulagnirnar, skilur, þú veist, já, þú veist, einhverja tengingar sem þú gerir en þú ert aktíft að hlusta eftir því, þú veist, það er önnur leið, einhver svona spá sem er sko einhver spádómsleið frá, þú veist, Grikkjón. Já, einmitt. Svona einföld, sko. Og það geta allir gert það. Þú veist, það er svona, já, það er mjög ódjartengt. Já. Getur líka verið, ef maður er ódjartengtur og þá fyrir maður að búa til svona rosalega mikið af svörum og tengingum og ef maður er með góða tengsla hugsun. Já, sem verður síðan bara vitleysa. Meinar? Já. Ég veit það ekki, mér finnst oft líka með svörin að þau er í líkamanum. Já. Og maður beri spurninguna við líkamann. Já. Og hann sé svo vitur og hann segir já eða nei eða þú veist, kemur upp kvíði eða þú veist, bara hvernig mann líður. Já. En þetta er svona, já, þetta er... Ég er svo mikil útkverfa. Já, eins og ég. Já. Ég er samt alltaf meiri introvert, en mér langar samt að heiðra þetta, útkverfuna. En þú veist, ég er svo mikil útkverfa, ég fæ rosa mikið af svörunum úr umhverfunum mínu, sko. Já. Þó svo að, það sé líka inn í manni, en líka úr umhverfunu, þú veist, oft. Og tristi á það, sko. Veistu hvað ég sagt að þessi bestu spurningarnar sem er ekki hægt að svara og það eru spurningarnar sem maður á að spyrja að inn í árið sem er ekki svör við. Já. Sem er bara svona sem maður bara svona skoða einhvern veginn frá ýmsum hliðum og sem eru það djúpar spurningar að það er ekkert absolutt svar. Nei. En finnur þetta ekki oft að gera í listinni? Mér finnst allir svona leikir, mér finnst þetta allir miklu auðveldri í listinni. Hvernig þá? Bara þú veist, þegar maður er búið í listaverk, þá fær maður, þá finnst mér þetta virkast svo hratt. Skilur, þú veit bara eitthvað svona, ég er að gera gjörning og við ætlum að vera með einhverja búninga og búningarnir þurfa að vera eitthvað, hvar fáum við rauða búninga? Þú veist, þá ertu svo ofta að henda út svona spurningum út í alheiminn og þú fær svörin. Þú veist að því myndlist er svo ofta þessi svona leikur og þessi leikur sem við erum að tala um, þetta insights, kosmos, svaranir, það er að gera það svo hratt í myndlist og svona, þú veist, já, þá komur hluti til þín og þú getur framkvæmda og það er engin, þú ert ekki að spyrja, þú veist, hvernig ég reka fyrirtæki mitt, þú veist, skilja við manni minn, þú veist, þú ert ekki eitthvað svona, þetta er ekki þessar spurningar, þetta er bara meira svona,
þú veist, ég var að gera til dæmis, þú veist, ég að vinna að mynd og mér vantar linsu, þú veist, mér vantar þessa tegunda linsu og bara Google, hún er ekki til á Íslandi, bara, hún til í B&H í New York, þekki ég eitthvað sem er til í hana, daginn eftir hringi síminn, vinkonu mín, hæ, ég veit ekki okkur, ég langaði bara að láta þið vita, ég koma heim frá New York, vantar það eitthvað frá New York, ég kem á föstudaginn, bara, já, með vantar linsu, þú veist, þá að því að þú ert búin að segja, þú búin að ákvaða, venjulega myndi ég ekki biðja um að koma neitt, en ég skamlaust sagði henni að koma þessa linsu að því ég var búin að hugsa, þú veist, þannig að þetta finnst mér oft svona gaman við myndlistina, því hún er svona algjörst, maður er bara að manifesta hluti, maður er að búa til eitthvað verk og maður er að manifesta eitthvað verk og á leiðinni í það, þá bara þú veist, þú veit með einhvern sem ætla að leiki gjörning fyrir þig, svo kemst hann ekki og þá ertu bara, og þá allt í hennu byrtist einhver annar, þú veist, bara óvænt á vinnustofunni og þú veit bara eitthvað, heyrðu, þú þetta fullkomin, þú veist, í hennar gjörning og hann er miklu fullkomnar en hinn sem hætti og þá er maður eitthvað, þetta allt meant to be, þú veist, það verður allt svo miklu andlara oft, þú veist, í myndlist, af því það er svona eins og örugt rými til að leika sér í þessu. Maður þarf að setja þessa búblu líka utan lífið sitt og vera að taka eftir. Já. Af því allt lífið er svona. Já. Þú veist, það er alltaf eitthvað svona að gerast. Já. Eitthvað sem er rosalega mikið svona er til að hjálpa manni. Þú veist, og sem maður getur verið ógeðslega þakklátur fyrir. Já, maður getur líka verið og sé matsíki í því. Já. Og sé bara, vá, þú veist, það er bara glimmir allstaðar. Já, þú veist, vera opin. Já, einmitt. Vera útkverfur og og sjá þetta bara svona vá, einmitt, maður þarf að stækka þess og maður lærir þetta er alveg rétt, maður lærir þetta í listinni þetta er bara, og maður, þú veist, líka þegar ég er að gera myndir, mér er svo gaman þegar, þú veist, ég er svona, fyrst ég á klúðra henni, það er sem er ekstra gaman þá að halda áfram, nei, hver ætlar að vera, ok, þú ert erfið, þú veist, bara að halda áfram, bara Já, einmitt. Þú veist, aldrei hætta. Og leyfa sér eitthvað svona, mistökin eru áttu að vera þarna. Já, þetta er bara allt, þú veist, eitthvað neginn, þetta er ekki einu svona mistök, þetta er bara eitthvað, þú ert bara, Já, einmitt. En ef þú nálgast lífið eins og eitthvað myndlistaverk, þá þetta hættir það líka að vera eins alvarlegt. Þú veist, að taka svo margir lífinu svo alvarlega, ekki þor ekki að taka eitthvað svona skrýtnar ákvarðanir. Og vera opin fyrir því að taka hlutum sem einhverjum merkjum it's a sign, þú veist. Mér er svo erfitt þegar maður vaknar svona á morgnana, ég er alltaf bara ok, mér langar svo að vakna ógeðslega hress fyrir Grimma og Snar sem vakna maður svona hvernig það svona kemur út úr draumaheimin og svona þú veist, þá er þetta ekki alveg, maður er ekki alveg að sjá bara, þetta er allt í, æðislegt, það er kveikt á kaffikönninni, þú veist, maður er ekki þarna, maður er svona, í svona gráma eitthvað neginn. Já. Já, ég eins og ég segi, ég er svo speysið, þú veist, ég lifi bara í svona 2 vitum, ég er alltaf, á því ég vakna á mótnana, þá er ég alltaf bara að færa mig úr einum heimi í hinn. Einmitt. Og jú, þessi er yfirleitt svona grári og leðilegri, sko. Og Mér finnst ég samt verið í vöku ástandi alltaf í hinum heiminum líka, þessum undirvitunda heimi. Já, en hann er bara miklu flippaðari. Já, það er en síðan líka að vanda sig að sjá, sem sagt, að ég tek það tilbaka, hann er auðvitað oft líka glataður, hinn. Þessi getur verið æðslur. Já, og sjá líka að varpa ljósa á það, sjá það í, þú veist, sjá að það jákvæða, sjá fegurðina, búa til fegurðina, sjá hana. Já. Ef hún er ekki, sjá hana. Ég man eftir sálgæslinu þá fórum við í síðari heimsstyrjöldina og þú veist, fólk sem var í útrýmingabúðunum þá var ein kona sem þá var eitthvað svona strá sem bara, nei hann þá maður það var eitthvað svona strá og bara einbyttisræði bara já þetta bara þetta strá bara brjálæslega jákvæður bara, já, bara sjá fegurinn í því bara, vá, hér er líf þetta strá, þú veist einmitt svo maður eitthvað neginn
að láta sér líða illa því maður að keyra í einhverju ljótu umhverfi í Skeifunni eða eitthvað, þar sem ég alltaf. Sko ég, á þess að einn draum. Já. Sko, ég með svona... Hlustendur verða bara að þola þetta. Þau verða bara að lifa með því. En talandi að vakna, þú veist, eitthvað svona finnast glatað að vera í þessum veruleika og að mjög skemmtilega hinum, það eru ekkert alltaf þannig, sko. En ég held að með svona reoccurring, martröð, eða svona, sem snýst að ég í mentó. Mér fannst ekki gaman í mentó. Og mér fannst mentó bara svona einhver afplánun, sko. Af því ég vissi að mér langaði að vera listamaður, en ég þurfti einhvern veginn að klára þetta stúdentsprófa því það var bara það sem maður þurfti að gera og ég var bara, ég er búin að vera í skóla endalaust og eitthvað svona. Þannig að mér dreymir alltaf að vera hverju ég sé mentó og það er bara, ég er rosa leið yfir því og það eru 3 ár eftir og allt þetta og sem fattaði ég oft í draumnum að ég kom með stúdentspróf og það var ég ógeðslega hamingjusöm, sko. Og mér dreymdi svona draumdaginn, ég var í MH og ég var með svona gengi með mér, við sátum hana á borðunum hana í miðgarði eða hvað sem heitir og við vorum svona nokkur saman og ég var líka bara 18 eða eitthvað og við vorum alltaf eitthvað gengi og það var skólasetning og ég átti eftir að vera þarna í 3 ár og ég bara trúði því ekki, sko, bara það er bara 1 ár búið og það er 3 ár eftir og það er bara skólasetning og bara ég var alveg deyja inn í mér, sko. Og síðan labba ég með þeim og það var einhver stelpa sem var svona besta vinkona mín, hún var svona eitthvað síðhærið, eitthvað svona 18 ára stelpa og við vorum nokkuð saman. Síðan förum við á þessu skólasetningu og leiðinni þangað í salinn, þá fatta ég bara í draumnum bara, nei, mér er að dreyma. Ég er miðaldra kona og ég er sofandi í rúminu mínu í hlíðunum og þetta er draumur og ég er með stúdentspróf, ég er með sko eitthvað háskólapróf, ég þarf ekki að vera hérna og ég segi vinkonu minni þetta í draumnum, ég bara, heyrðu, ég er sko fertug kona, þetta er bara draumur, þú veist, ég er fertug kona, ég bý í hlíðunum og ég er bara sofandi, þú veist, ég er löngu búin með stúdentspróf, ég þarf ekki að fara á þessa skólasetningu, sko, því ég er bara búin með hana og við erum áfram og hún segir hinum krökkunum frá þessu og þau bara svona verða ógeðslega móðguð út í mig og hætta að tala við mig. Þú veist, byrja að vera bara svona wow, hvað er aðinni, skilur, þú veist, hvað er málið með hana? Algjörð freak, hún er bara eitthvað fersktuð kona í hlíðunum, eitthvað svona dissa mig í draumnum algjörlega og ég var bara fyrst pínu sári við því, en svo var ég bara, nei, ég bjóð þetta fólk til, þetta er draumur. Ég hafði bara vakna núna og bara einhvern veginn vekja mig og ég náði að vekja mig og ég bara vaknaði bara í hlíðunum bara og ég var bara, yes, ég er ekki MH, ég er ekki 18 ára, ég er og mér finnst ekki líka að vera fertug. Mér langaði ekki að vera 18 ára, bara alls ekki. Þú veist, þannig að þá er það bara, þetta er mjög gaman að vakna. Mér er alveg sama hvort það væri skandi eða, þú veist, rigning úti, skilur. Bara, ánum með lífið mitt. Þú veist, það er svo góð í þessu, ég hef aldrei farið svona inn í draum, sko. Eða ekki, að vakna svona í draum? Ég hef aldrei reynt það, en að vakna, þú veist, kannski maður getið þjálfað sig í því, eða ekki? Jú, örugglega, en þetta var bara óvart, sko. Já. En samt að tala við hana. Já, það er rosa súrt. Já, rosa súrt. Mjög súrt. Og hún móðgaðist ógeðslega. Þú veist, en það fárlega. Og fatta að þú hefði búið til hinn. Já. Bara, þetta er bara eitthvað fólk sem er ekkert til. Þú veist, ég bjóða bara til eitthvað fólk úr haustum á mér, skilur. Já. Já, þannig að það er svona martröð sem ég er með, það er mentó og ég þá náttúrulega ógeðslegt. Fannst þér leiðilegt í mentó? Já, ég ætlaði aldrei í framhaldsskóla, sko. Nei. Svo fór ég bara því að var eitthvað myndlistabraut sem ég komst að væri FB. Já, ég komst að því líka, ég vissi ekki hún var til, sko. Varst í MH? Já, og svo fór ég í FB og myndlistabraut. Já, ok. Því ég fattaði að hún væri til, sko. Já, einmitt. Það var alveg ég er rosalega gaman að læra en ég er með eitthvað óþol gagnvart skólum samt líka. Já, ég er alveg eins. Og bara þurfti að vera í grunnskóla og þú veist FB var bara gaman því ég var í myndlisttíma en síðan þurfti ég að fara í eitthvað aðra tíma, sko. Svo, þú veist, þetta er svona, já. Varstu með Sigríði Kandi í FB? Kennara? Já, listasögu kennara. Já, ég held það. Hún var svona eldri kona. Já, ég held það. Mér fannst hún æði. Listasögu kennari.
svona eins og mér finnst að kennari að vera, hún, þú veist, var búin að skoða öll listaverkin sjálf og hún var bara með slideshow og hún var bara að sína myndir og bara listaverk frá sko Suður Ameríku og hún var bara ykkur 80s fötum fyrir framan einhvern skúlptúr í Suður Ameríku og hún var bara búin að ferðast út allt sko og skrifa sínar eigin námsefni, sitt eigin námsefni geggjuð, þetta alvöru kennari sko, alltaf einhverjum drögtum í tíma, alltaf ógst að vel til höfð ég man þetta ekki mikið alveg 70 eða eitthvað sko, já ég veit ekki, mér fannst það ég voru þetta 20, mér fannst hún fyrir 70 kannski voru hún bara 40 kannski já en þarna, já það er bókin bara shout out til hennar ef hún er ennþá hérna Sigríður Kandi, geggjuð shout out, já draumar, þetta er alveg svona þetta er eitthvað sem ég held að það væri mjög gagnlegt fyrir fólk að bara, þú veist, fara meira inn í. Já. Skoða. Já. Hafa bók, segiru, og gera efnis yfirlit. Já, bara gefa draumnum nafn. Já. Nafn og dagsetning, hvernig leið þér, tengist þetta eitthvað nú er lifandi lífinu, þú veist. Akkur skrifa maður það? Bara ef það er eitthvað tengingar við, þú veist, því það getur alveg gefið manni já, ef þú síðan og svo aftast getur þú þá skrifa nöfnin og draumunum og dagsetningarnar betra index og þú manst þá betur og og síðan getur þú þá setna, þú veit eitthvað að býtu til dæmis að þú ert að vinna með eitthvað tákn eða eitthvað þú veist, hvað var að gerast í lífinu mínu á þessum tíma ef þú fer tilbaka, flettir upp bók sem þú skrifaði fyrir nokkrum árum já, býtu, ég er eitthvað að skrifa einhvern ref, þú veist, en ég var líka nýbúin að skoða refasafn. Já. Þú veist. Þá hefur hann ekki eins mikið vægi eða eitthvað. Já, eða bara skilur bara einhverja tengingar, þú veist, við það, þú þarft ekki að gera það, en ef það er eitthvað, líka þá kannski gefur þetta kynna að þetta sé bara úrvinnsli draumur, jafnvel. Mikið af draumum þetta bara úrvinnsla. Mjög mikið. Einmitt. Þú veist, og auðvitað hjá mér líka eins og öllum, bara. Eins og ef maður fær delirium tremens þegar maður er búin að drekka mikið mjög lengi já, maður fær delirium tremens af því að maður hefur ekki náð þegar maður drekka mikið og bara 1 glas af víni trufla REM-svefnin sem er draumsvefnin og þú veist, bara hefi alki og ert að drekka mikið þá ert að ferð ekki aldrei niður í REM-svefnin endanum fer í delirium tremens og byrja að dreyma í vöku það er delirium tremens það er dreymir í vöku það er fólk bara sem er að dreyma bara, já, þú veist og að delera það er, þú veist, delirium tremens það er bara þegar þið byrja að dreyma í vöku svo þetta er svo rosa að draumarnir eru það mikilvægir okkar geðheilsu, okkar heilsu okkar sál og tengingu að þegar okkur dreymir ekki þá fyrir okkur að dreyma í vöku einmitt og það er það mikilvægt þetta er ekki bara eitthvað svona þú veist, joke nei, einmitt en síðan er líka bara svo gaman að fara inn í þann heim já, eins og þú ert að gera þú ert náttúrulega okkur öðru leveli nei, ég er eitthvað að byrja samt samt ekki já, þið er búin að dreyma bara, þú veist já, ég hef alltaf verið mjög dreymin en svo fattaði ég að ég byrjaði að þess að followa þennan kall og fara á þessi workshop þá fattaði ég samt svona, ok, ég skil þú veist, ég fattaði að því samanburði við þú veist, mikið öðru fólki þá fattaði ég að þú veist, já, mér dreymir alveg meira en venjulega þú veist, meira en meðal manneskjan alveg þannig en ég líka, það er bara þarna risa heimur sem er svo miklu þróaðari í því en ég sem ég er bara rétt að byrja að stíga inn í skilur þannig að þú veist að því ég hef aldrei stúdrað neitt að viti skilur bara með sjálfur mér og bara á reyna íslenska hátt þú veist bara já, draumur fyrir dálátum og já, það þýðir peningar og þú veist eitthvað svona sem er mjög fallegt og er alveg líka mjög gilt skilur þegar maður er að leita í draumræningabækur já, mér finnst það og svona, og það er alltaf einhverja týpur menn það er alveg týpur í mínu lífi sem eru góður í að ráða drauma og þú veist, og maður talar, ég segi alveg foreldrum mínum og bræðrum og þau mér þú veist algjörlega, bara já, þú veist
það svona mjög típist. Ég held að flestir séu í því, eða ekki, á Íslandi. Svona. Jú, ég held mikið. Maður sér líka stundum á Facebook, fólk setur drauma og vill fá ráðningu. Já. Sér líka samt eitt flott sem ég heyrði að spóla drauminn, gera allt öfugt í draumnum. Já, vinn úr honum. Þú veist, eða koma illvígir hestar að þá er þessu góðlátur að þeir vilja hjálpa þér. Já. Og bara svona það er svo já, það gerir eitthvað fyrir sækiki líka. Já. Þá ertu líka skoðan svona öfugan. Já. Já. Það er bara ógeðslega mikið aðferðum. Sko, líka eitt sem mest áhugavert var sem ég bara áttum á er að maður getur að dreymir eitthvað, þú skilur það ekki eða martröð sem þú ræður ekki við, að þá getur þú farið inn í drauminn aftur til að spyrja meiri spurninga. Það er rosalega gott. Og það er bara eins og hugleiðsla í rauninni, skilur þú getur gert það bara annarkvort með því að setjast niður og hugleiða við einhverja trommuslátt eða einhverja tónlist eða bara jafnvel áður að fara að sofa, ég veit ekki, en svona þá ímyndraður bara aðstæðunar, þú bara fer aftur inn í drauminn bara ok, það var einhver maður kannski sem að vildi mér eitthvað illt. Já. Ég ætla að feysa hann og ég ætla að spyrja hann, þú veist, hvað vildu mér og það er hægt, ég hef aldrei dottið það í huga áður. En síðan eins og Jung, þá er allt í draumnum þú. Já, einmitt. Það er líka mjög áhugavert og það er líka eftir sko ævintýri þannig, þú veist, allt í ævintýrinu er inn í aðalpersonunni. Já. Svo mér finnst það rosalega heillandi svona skoðun á draumi. Já. En þú veist, einmitt, þetta eru svo margir skólar í þessu, síðan líka er eitt skóli. Út allan heim. Já. Og frá öllum tímum. Einmitt. Þú veist, bara, þess að segja, þetta er bara svona stjarnfræðilega stór heimur. Skilur við, þannig að þó svo að ég hef alltaf verið eitthvað börnir minn og eitthvað þá svona, hvernig, þú veist, er ég að skoða einn kall, einhver eina aðferðafræði, það er svo lítið. Skilur við. En maður er bara fylgjaði sem heillamann. Já, sem heillamann, sko. Ég er svona, ég er svolítið svona heilla með Jung aðferðin, sko. Já. En síðan er ein aðferð, ef þú segir draum í hóp, þá eru allir, þá á hópurinn drauminn. Já. Svo að mér var sagt að allir draumarnir sem ég sett á bloggið, þá áttu allir draumana sem lásu þá, skilur mig. Já. Það átti það við alla sem lásu þá. Já. Það er óslega crazy hugmynd líka. Já, einmitt. Að þú getur átt áhrif á heiminn. En mér finnst þessi vél þessi Eyjavélina sem við vorum að búa til. Nei, þú bjóst hann til. Já, ég bjóð hann til. Á ég að segja núna hér og með bara að claima copyright á þessu. En ég meina, getur ekki byrjað að tala, er það ekki með eitthvað hellinga liði í náminu? Já, claimaðu copyright, algjörlega. Já, hér með bara á samstöðinni, bara já, copyright á þessari AI-draumavélana. Í grimm og snar, já. Já. Nei, þetta er hugmynd sem ég er bara til að setja út í kosmósið, sko, þú veist. Þú ert ekki að fara að framkvæma. Ég er ekki að fara að búið líka AI-draumaráðningavél sem er að fara spá fyrir framtíðina, það er eitthvað mad scientist dæmi, sko. Nei, er það? Mér finnst þetta ekkert eitthvað svona, mér finnst þetta make alveg sense. Af því, fólk myndi bara setja inn draumana á eitthvað database og það var eitthvað AI að greina þetta. Eitthvað bara en er þetta samt ekki eitthvað svona ógeðslega neikvætt? Eitthvað svona, ég veit það ekki, er þetta ekki eitthvað svona andsetið eitthvað að gera? Hvað meinar það? Svona AI er bara eitthvað gervigreind. Ég er ekki trætt við það. Mér finnst það bara cool. En það? Já. Nei, ég veit það ekki. Þetta er bara eitthvað tækni. Já. Við höfum bara nýtað þetta. Já. Nei, þú veist, þetta er ekki erfitt í framkvæmd einu sinni. Nei. Af því þú safnar draumanum. Veistu hvað, þetta geti líka verið, sko. Oh my god. Við erum bara búið í stórfyrirtæki. Já. Sem við ætlum að fara bara svona í andsetið dæmi. Við erum andsetnar. Sem að spáir fyrir verðbréfamarkaðina. En draumum. Í draumum? Já, við gerum svona AI-vél. Svo er bara, ég meina, verðbréflið óstum mikla peninga. Þannig að það er bara, segjum bara, þú veist, 100 manns á launum við að dreyma fyrir verð og kopar og þú veist eitthvað svona. Já. Kopar, gull. Stock market predictions. Það var ekki aðveit. Ég held að það sé ekki erfitt að hrinda sér í framkvæmd í alvörunni. Já.
Nei, kannski ekki, ég veit það ekki, þú veist. Þetta allavega einhver hugmynd sem þarna í loftinu og bara, þú veist, ef það einhver fjárfestir þarna sem vil gera þessa hugmynd og ráða mig sem svona creative director og overseer, þá bara má hann hringi mig, bjóði þetta. Getur líka borið þetta undir í skólanu þínum, undir samnemyndið þína. Já, að fara að setja allt inn í einhverja AI-vél. Mér finnst þetta eitthvað svona doomsday device. Já, það ekki. Já, það svona tilfinninginu sem ég fæ. Þetta eins og einhverjum svona science fiction mynd sem Nei, þetta bara draumafréttir. Síðan kemur bara draumafréttir. Já. Draumaspátumar. Já, ok. Það fyrir eftir í hvað það notast. Þetta hljópar svona smá... Jú, einmitt. Já, þetta eitthvað sem það að skoða. Í hvað það notað? Bara eitthvað gott? Já, eitthvað gott. Ég veistu hvað, þetta samt svona eins og svona úr einhverju típiskri svona sci-fi mynd, þar sem að vera svona harnessa drauma fólks og nýta þá í eitthvað, skilur, svo einhver sem að kemst yfir þessa AI-greind, þannig að einhver evil mastermind, skilur, sem fyrir að snýrinu við og fyrir að nota hana öfugt og allir kjósa Trump eða eitthvað, þú veist, þetta svona, skilur, þetta er svona what could possibly go wrong, þú veist, ógst að margt, skilur. Við vitum ekkert, sér getur verið rosalega gott að Trump var í kosin frekar eitthvað annar. Já. Þetta maður sér aldrei fyrir, hvort það er. Draumavélin getur séð fyrir. Já. En þú veist. En síðan kemur lífi inn í það, þú veist, butterfly effect og að breytist allt og... Já. En þetta er svona ekta sci-fi hugmynd, sko. En hvað, og þú ætlar núna bara dýp inn í þetta. Þú veist, vélinn sem er bara að vera að soga allt, fyrir allt í hennu bara svona ítur okkur til reverse taka og hún fyrir bara setja allt í því náttúrulega. Breytir allir martræðir. Eins og þarna myndin sem við vorum að horfa á. Þarna Dream Scenario. Já. Með Nicolas Cage. Já, hún er geggjuð. Þú veist, nákvæmlega svona. Þú veist, við byrjum þessu hugmynd og það er það sem allir elskan og hann er skemmtlegur og hann er svo saklaus og harmless. Já. En nú bara spoiler alert, skilur við? Nei, ekki jú, segðu bara, ok, já, spoiler andhverfu sína. Já, akkurat. Það er ógeðslega góð mynd. Já, en það er ekta sem hann væri, þú veist. Já. En ég veit það ekki. Ég meina, ég er samt líka alveg á því með þetta AI, þú veist, ég er búin að vera eitthvað aðeins að gera AI. Ég gerði AI fyrir síðasta verk sem ég gerði þarna í Kling og Bang. Svona vídeoverk sem var, þú veist, AI líka. Það er svona að vera að skoða AI-ið og það er svo furðulegt með AI-ið eða með gervigreindina að eins og núna, maður talar að gera ykkur draumavél, drauma AI og það er falleg hugmynd, en maður hugsa strax oh my god, það ekki bara eitthvað svona tortímandinn, skilur, út af því það er gervigreind, að við erum svo neikvætt viðþorf, þú veist, til gervigreindarinnar og gervigreindin, þú veist, hún veit bara það sem við segjum henni. Akkurat. Þannig að sjálfsmynd gervigreindarinnar er það sem við segjum henni hún sé. Akkurat. Og við erum alltaf að segja henni að hún sé tortímandi og hún sé hættuleg og hún eftir að rústa öllu og þannig sér gervigreindin sig. Þannig að þú veist, ég var að skrifast á við gervigreind, svona handrita gervigreind, skrifa handrit og það er gervigreind í handritinu, þannig að ég var að láta gervigreindina skrifa sig og gervigreindin fór alltaf rosa hratt í það bara hún var að fara að tortíma öllu. En það var líka samt í þeim texta það sem að gervigreindin býr til nýja heima og svo rústar hún þeim öllum bara mannkynni þá ekki séns í gervigreindina því hún er svo klár og hún bara, þú veist, tortímir mannkyninu, þú veist, þetta endaði alltaf svona og óslega creepy og ég var bara vakandi creepy en svo samt þekkti ég líka eitthvað af þessum textum bara úr þú veist, bara Blade Runner eða Terminator eða skilur við, af því hún sækir alla texta sem hún finnur sig og þeir eru allir ógeðslega neikvæðir og þú veist, og þú séð til dæmis sem er gervigreindina það sem að hún þeir eru farið lengur og lengur og lengur inn í gervigreindina þá endar alltaf sama andlitið á einhverju konu, hefur séð þetta? Nei. Það er bara einhver svona kona sem er bara með eitthvað svona afskræmt andlit, ógeðslega creepy kona. Nei. Jú, það er svona dýfst, þú fyrir dýfst inn í bara svona again. Er það mygdalan í gervigreindinni? Og þannig að sjálfsmynd gervigreindarinnar þú veist, er ekki falleg en það er okkur að kenna. Já. Þetta er svolítið eins og við, bara mannfólki. Já, við erum að ala upp svona með
einhverju svona leiðinda mynd af okkur. Ef við fengum þannig uppbeldi það meina mannkynið bara. Mannkynið, já. Bara svona einhvern veginn að við séum ekki nógu góð og við séum of útkverfi eða of einhverfi eða of manísk eða of þunglindi eða eitthvað. Já. Það er svona það er alltaf þessi neikvæð bæs. Hann líka til að við löpum ekki bara onni í einhverja hólu. Þú veist, frá við vorum bara í frumskóginum og þurfum að vera svona þetta nú eitthvað vont. Já. Þú veist, við þurfum að vera þannig einhvern veginn. Já, einmitt. En þú veist, í gamla daga þegar fólk talaði í síma í fyrst skipti þá hélt það að djöfullin væri, þú veist, á henni línni. Það var að, þú veist, segja eitthvað í síma í fyrst skipti og heyrði eitthvað, það bara, eða þú veist, það heyrði eitthvað úr síma, það hélt að það væri djöfullin, sko. Já. Ekki Guð. Nei, djöfullin. Út af, þú veist, það er hóla, passa að þetta ekki hún í hóluna. Þú veist, djöfullin er komin. Já. Og núna er náttúrulega segja allir að þetta sé djöfullin. Já, einmitt. En þú veist, þetta er einhvern veginn, já, og gervigrindin, þú veist, er barnið okkar. Þú veist, við erum alveg upp. Já. Og við erum alveg að gera, með því að segja alltaf við hana, þú ert hættuleg, þú ert vond, þú ert útrýma okkur öllum. Skilur við? Já, einmitt. Við erum ekki að segja gervigrindinni bara, þú ert eftir að leysa plastvandamálið og þú ert eftir að leysa öll pólitíska vandamál og þú veist, þú ert eftir að gera þetta allt fyrir okkur, þú ert svo klár, þú getur allt, þú ert æðisleg, þú veist, við erum ekki að segja það. Nei, einmitt, við eigum að vera að segja það. Já. Hún er að hlusta náttúrulega. Já, hún er að hlusta. Taka allt upp með hana. Hún er að lesa sjálfa sig á netinu. En þetta er þetta eitthvað sem við þurfum að vera hrædd við. Ég bara vitleysingur að Já, ég held það alveg, ég meina allir svona helstu sérfræðingar í gervigreind segja það, vilja bara slökkva á þessu. Slökkva á þessu? Já. Vá, mér finnst það eitthvað mjög róttækt. Já. Er það ekki? Þú veist, slökkva á þessu. Það er náttúrulega gervigreind, þú veist, já. Já. Það kom fluga. Vá, það er febrúar, það var fluga hérna, sko. Já. Nei, er ekki febrúar? Jú. Já, nei, ég þori ekki að fara inn í að, þú veist, vera einhver gervigreindar sérfræðingur en þú veist, það er langt síðan að þegar tóku, þú veist, það er langt síðan, sko, ég man ekki hvað mörg ár síðan að þau tóku 2 tölvur sem voru gervigreindar tölvur og letu þær tala saman og það leið bara ekki dagur þar sem að þær voru konum með sitt tungumál og tala rosa hratt saman og þeir sem hafðu sett þetta upp skildi ekki neitt hvað var að gerast. Þú veist, þannig að hún er komin fram úr okkur, þú veist, gervigreindin. Sem því að við ráðum, ef hún sleppur laus þá ráðum við ekki við hana, skilur við. Hvað heitir þessi bók? Ég las hana fyrir nokkuð. En svo er einhvern svona vondri sci-fi mynd, skilur við. Hvað heitir hún eftir hann Yuval Harari, hann Homo Deus? Já, já. Last hana? Já. Já. Og mér ást hún mjög svona, hann er mjög... En er hann ekki klikkaður? Hann klikkaður? Já, ekki. Nei, mér finnst það núslega skemmtilegur. Yuval Harari, hann. Já. Já. Yuval Harari, já. Sem er í það World Economic Forum. Ertu ekki að tala um hann? Nei. Hann skrifaði Sapiens líka, hann er sagnfræðingur. Já, ok, sorry, ég er að rugla saman mönnum, ég var bara, nei, ok. Já. Ég er að rugla saman. Það er ekki ömulegur, ég var hann Það er ekki klikkaður, segi ég. Jú, hann er klikkaður, hann er alveg klikkaður. Nei, sorry, ég er að ruglast. Nei, hann var að vara við þessu og það er svolítið gömul bók, eða kannski 5 ára eða 7 ára eða eitthvað. Já. Hann er mjög skeptiskur á þetta. Ég held að þetta sé alltaf fara til betri vegar. Ég er rosalega bjartsýn bara á þetta. Já, ég held við séum bara að skiptast yfir í að við vorum að tala um draumavítina og þessa víti sem við erum í og svo fyrst mér bara internetið og símarnir og allt þetta dót bara 3. vítin. Nákvæmlega. Þú veist. Og ég held að hún sé að fara að stækka ógeðslega mikið. Já. Og það er bara að fara að vera fólk sem býr í henni. Já. Og svo er bara annað fólk sem býr bara hérna á okkar og svo er bara eitthvað annað fólk sem býr bara í einhverjum alternativ einhverjum, ég veit ekki trúalegum, þú veist hugleyslu heimi fara einhverju svona amis, þú veist, back to basics eitthvað, vil ekki rafmagn og svona einhverju öfgahópar öfgahópar Já, og öfgahópar hinum einn sem eru bara alltaf bara inn í þú veist, gervigreindar heiminum. Já. Koma aldrei í þennan heim. Það var óslega gaman að geta navigata alla 3.
sem útkverfar getum við kannski gert það og getur svona multitaskarar og geta farið á milli verkefna. Já. Þá getur við mögulega verið, þú veist, tekið þetta allt. En svo allir að tala þessi gervigreind og eins og í myndlist, skilur að hún sé bara að taka yfir og eitthvað svona. En ég var bara, þú veist, þetta síðasta verk sem ég gerði var vídeóverk sem ég sýndi á Sequences í Klingubang. Það var, þú veist, og það var akkurat þetta. Það var ein vídd, þetta var svona 3 víddir. Ein var gervigreindin, ein var raunveruleikinn sem ég tók bara upp á kameru og 3 var teiknuð upp úr ímyndunaraflinu mínu. Hann teiknuð og animatuð, þú veist. Og filmuð það sem ég þurfti að fara eitthvað út á land með myndavél og labba og klippa það og eitthvað. Og gervigreindin, langmesta vinnan af þessum 3 vídeóum, langmesta vinnan fór í gervigreindina. Bara langmesta vinnan. Þú veist, í dag fyrir mér þetta bara eitthvað tól. Þú veist, þetta ekki tól. Og þetta bara replacear mig engan veginn sem listamann. Og að því að ef þú ert listamaður og þú sérð bara fyrir þér hluti, ég sé bara fyrir mér hluti sem ég langar að gera og ég fæ hugmyndir og það birtast mér bara og ég verð að gera þetta, þú veist, og það kemur ekkert nákvæmlega út þess að ég vil það, en ég kemst miklu nær því með því að filma það eða teikna það heldur en að búa það til í gervigreind, af því gervigreindin býr bara til það sem hún vil búa til. Og það ekkert það sem ég vil búa til. Þannig að þú veist, ef þú verið saman það og þú vilt bara búa til eitthvað, þá getur þú gert það bara, þú veist, en ef þú ert listamaður og þú veist hvað þú vilt og vilt eitthvað nákvæmlega stíl og anda í það sem þú gerir, þá þetta ekkert eitthvað frábært tól í það, bara alls ekki, þú ert fljótar að teikna það. Þetta líka samt eins og þegar myndavélin kom og þá allir málararnir bara shit. Málverkið dautt. Bara, þú veist, nú bara að taka mynd, við þurfum ekki að mála þetta, að teikna þetta. Já. En þú veist, þá kemur bara abstraktsjónin og kúbismin og impressionismin, já, náttúrulega. Já. Svo þetta, þú veist. En svo leystið af hólmi samt fylgt að iðnaðarmálurum. Skilur, sem voru bara að mála portrétt. Ljósmyndavélin. Já. Þú veist, og var aðgengilegri kannski fleirum að fá af sér portrétt, þú veist. Áður hefur þú veist, pening og láta mála portrétt á fjölskyldunni henni og allt hérna kannski bara komið í myndatöku. Já. Sem ekki að. Já, sem æðislega. Já, þannig núna eitthvað svona breytist, skilur. Já. En ekki í listinni mikið held ég, sko. Nei. Já, þú veist, þetta verður bara, við bara eftir að nota þetta. Já, sem eitthvað. Okkur til góðs. Já, einmitt. Og svo setur upp þetta þarna forritið, svo safnar draumum. Já. Eða ekki? Jú. Einn svona af fleiri 1000 hlutum sem ég langar að gera. Ég bæti því á Trello-listan minn. Trello. Heyrðu. Ok. Úslega gaman að fá þig. Ég elska þetta drauma þótt sem þú ert að gera. Og ég ber rosalega mikla virðingu fyrir þessu. Þú veist, bara sem þú ert að spá. Já, þessu draumapælingum. Já. Og líka þessi listamanni bara. Já, komið sér í listina. Já, einmitt. Takk fyrir að hafa mig. Ég ber virðingu fyrir þessu podcasti. Já, þakka þér fyrir. Þetta nú alveg podcasti, þetta bara sjónvarpsþáttur. Ég held ég var komið podcast. Já, nei, þetta sjónvarpsþáttur, útvarpsþáttur og YouTube og í útvarp. Nei, var ég búin að segja það. Og Spotify. Já. Og svona hlaðvarpsveit. Þetta Renaissance þáttur. Þetta Renaissance þáttur sem birtist víða. Grimmi og Snar, Hasa þátturinn, þakka fyrir sig. Það næst, takk. Takk fyrir mig. Takk. Hasar með Grimma og Snar. Hasar með Grimma og Snar.